Gestur okkar þessu sinni Svanar Gísli Þorkelsson og hann ætlar að fjalla efnið, man ekki alveg titilinn, Svanur? Það hefur svo engan titil, þetta fjallar fjölþjóðahyggjuna og hugtækið alheimsskipan eða... Já, alheimsskipan og alþjóðahyggja, var það ekki? Jú, formlegi titil. Já, ég ætla að sem sagt að hafa nokkur orð þetta efni en síðan opna fyrir spurningar og bara almenna umræður, það í góðu lagi. En fyrst að við vorum að tala Abdul Baha og Ragnheiður Þórdís segist hafa dreymt Abdul Baha oft og þá finnst mér það góð leiðing inn í þetta spjall. Einn frægasta saga af draumi Abdul Baha held ég kona sem að dreymdi draum þar sem að hún var stödd í flóði, fannst hún verið úti í Indlandi og fólk allt í kring að reyna að bjarga sér og drukkna í flóðinu og hún að reyna að hjálpa þeim að komast á þurrt. Og þá sér hún Abdul Baha, hann að bauka eitthvað þarna einhvers staðar ofar í ánni og hún skilur ekkert í því að Abdul Baha skuli ekki vera að hjálpa sér við að bjarga fólkinu. Svo hún fer til hans og spyr hvernig standi á þessu og hann segir að hann sé að byggja stíflu og til þess að forða því að þetta gerist aftur. Það sem að ég, mér fannst þessi draumur Abdul Baha vera svolítið svona, góð leiðing inn í það sem að ég ætla að tala sem að ný stjórnskipan eða ný heimsskipan og alþjóðavæðing. Bæði þessi hugtök eru 20. aldar fyrirbrigði, það vissi enginn hvað alþjóðavæðing væri, þetta var nánast óhugsandi hugtak alveg fram eftir allri öld, en ný heimsskipan hugtak sem að var kynnt til leiks mjög snemma á 20. öld. Bæði þessi hugtök hafa misjafna, sem sagt, fólk hefur mjög misjafna skoðanir á þessum hugtökum. Eitt af því fyrsta sem að fólk rekur augun í þegar það ætlar að kynnast Bahá'í-trúnni, það þessi setning sem að hefur verið nánast sett allstaðar á alla Bahá'í-kynningar og plaggöt og ég man ekki hvað. Og það að jörðin sé eitt land og mannkynið íbúar þess. Þetta hljómar ágætlega en margir sem að reka augun í þetta hvá vegna þess að í dag að þá hafa það sem þetta felur í sér allavega, eða fólki finnst þetta fela í sér, þá hefur þetta jafnvel bara vafasamt innihald. Fjölþjóðavæðing hefur haft alvarlegar afleiðingar fyrir þjóðir út allan heim, þjóðir sem kannski rétt eru búin að grundvalla sjálfstæði sitt og náttúrulega efnahagslegar afleiðingar þessarar fjölþjóðavæðingar sem við þekkjum hafa verið misjafnar, svo ekki sé meira sagt. Þetta hugtak nýja heimsskipan var held ég fyrst kynnt til leiks í kringum þjóðabandalagið á 30. áratugnum síðustu aldar þegar Wilson forseti Bandaríkjanna reyndi að setja á laggirnar þjóðabandalagið sem síðan var fyrirrennari Sameinuðu þjóðanna. Og þetta orð eiginlega komst í hámæli, eða þessi hugmynd komst í hámæli eftir fyrri heimsstyrjöldina sem átti að enda öll stríð eins og sagt var í þá daga. En
síðan hefur þetta New World Order eða ný heimskipan fengið á sig alls konar svona vafasamar merkingu og þeir hafa hefur jafnvel tengst svona helstu samsæriskenningum vorra tíma og þegar að Baha'íar tala nýja heimskipan sem að reyndar var kynntilegst að Shoghi Effendi líklegast í bókinni New World Order sem kom út 1936 nýja heimskipan að þá í dag að þá lenda Baha'íar oft í vandræðum með að útskýra hvað þeir eiga við. Bókin hans Shoghi Effendi fjallar uppbyggingu stjórnkerfisins, Baha'i stjórnkerfisins og framtíð þess og þróun og á ekkert skylt við þær hugmyndir sem að fólk leggur í þetta orð, þá merkingu sem að fólk leggur í þetta orð í dag. Og þess vegna það oft mikil fyrirhöfn að ef maður minnist á þetta orð að útskýra fyrir fólki að Baha'íar eiga við allt annað heldur en það sem að Bush yngri og eldri notuðu bæði þetta orð eftir að Persaflóastyrjöldunum lauk að þeim þótti þá alltaf þegar að styrjöldi, einnig þegar að seinni heimsstyrjöldinu lauk þá var þetta orð og þessar hugmyndir nýja heimskipan upp á teningnum sérstaklega í tengslum við náttúrulega stofnun Sameinuðu þjóðanna eftir seinni heimsstyrjöldina. En þá lagður í þetta svona pólitísk merking sem á ekki skylt við það sem að Baha'íar að tala Baha'íar að öllu jafna taka ekki þátt í pólitík sem slíkri, alls ekki flokkapólitík og svo framvegis. Þannig að það erfitt að sjá að leggja það neitt að jöfnu það sem Baha'íar eiga við og það sem aðrir eiga við. Samsæriskenningarnar náttúrulega ganga út á það að það sé einhver hópur fólks eða manna sérstaklega í einhverjum bakherbergjum sem að stjórna öll í heiminum og að reyna að koma á einhverju sérstöku skipulagi sem að þeir einir vita hvað og nánast allar hræringar í heiminum eru síðan skýrðar í ljósi þessara skuggamanna sem að hafa all töfla haldir í hendi sér og stjórna öllu. Þetta náttúrulega langt frá því sem að Baha'íar eiga við. En samhliða þessu þá hefur náttúrulega orðið þessi stórkostlega þróun í heiminum að jafnvel þótt að það sé ekki á þann hátt sem að Baha'íar endilega myndu vilja sjá, að þá hefur orðið mikil alheimsvæðing, sérstaklega á síðastliðnum 20 árum. Fyrirtæki sem að eitthvað láta að sér kveða, þeir koma sér upp aðstöðu í hvaða landi sem þeir vilja og svona efnahagslega og tæknilega heimurinn orðinn að einu landi. En þetta samt sem áður langt frá því sem að Baha'i hugmyndir ganga út á. Allar smáþjóðir í heiminum þessa mundir eiga í vök að verjast og hvarvetna sótt að menningu þeirra og efnahagslegu sjálfstæði. Og þetta hluti af alþjóðamenningunni eða heimsvæðingunni. Tilhneigingin sem sagt eins og í stefnir að það hreinlega hverfi, þessar smáþjóðir hverfi. Hverra annari og bara ofan í þessa myrku súpu efnahagsbandalag og fjölþjóðasamfélag. Og það ekki góð þróun. Því vegna þess að það sem að Baha'i trúin leggur áherslu á, þó að við tölum mikið einingu og sameiningu, þá alltaf næsta orð í fjölbreytileika. Það það sem skiptir máli. Vegna þess að Baha'u'llah eða í Baha'i ritningunum að
Þar þessu líkt við erum blóm í einum garði. Hver vill ganga blómagarð þar sem aðeins ein tegund blóma? Það ekki garður. Og þess vegna mjög mikilvægt fyrir smáþjóðir og allar þjóðir að viðhalda þeim eiginleikum sem þær hafa upp á að bjóða, þessum því sérstæði sem að þær hafa þróað með sér. En málið í dag að valdhafar og fyrirtækin auðvitað sem að hafa komið á þessari fjölþjóðamenningu sem að við höfum í dag, að þeir mæla allt í peningum og efnahagslegum ávinningi. Og það líka langt út fyrir það sem að Bahá'í-trúin boðar. Hún hefur í sjálfsögðu hefur Bahá'í-trúin ákveðna kenningar efnahagslega þróun og efnahag, en hún mjög ólík því sem að viðgengst í heiminum í dag. Valdhafar í dag meta allt út frá peningum og þar á meðal menningarverðmæti. Þegar talað listir til dæmis á Íslandi og gildi þeirra, þá alltaf talað það hversu mikið þeir skapa í verðmætum til útflutningsjafnir. Og þess vegna sjá fyrirtæki og valdhafar sem að þannig horfa á málin sér hag í að viðhalda þessu og nánast ekkert annað kemst að. Og hérna, ef við tökum bara Ísland, okkar litla Ísland, að við erum tiltölulega nýlega orðin sjálfstæð þjóð og til að byrja með þá fór ansi mikið púður í það að byggja upp svona sjálfstæða tilfinningu fyrir því að vera þjóð. Og það einmitt þessi tilfinning sem svo mikilvæg til þess að við sem búum og teljum okkur Íslendinga gerir okkur að þjóð. Þetta ekkert endilega svo mikið vitsmunalegt, heldur tilfinningalegt. Það tilfinningalega meira Íslendingar heldur en nokkuð annað. Og við sjáum það á meðan að sjálfstæðisbaráttan fór fram að þá var lögð ofboðslega rækt við þjóðlega arfleifð okkar og tungumálið og sagnahefðin skiptir náttúrulega þar mestu máli. Og þetta allt miðaði við að sannfæra okkur sjálfum við værum þjóð og við gætum staðið á eigin fótum. Og leið og við trúðum þessum sjálf sem að loksins tókst, að þá hófst sú ósvinna að sannfæra aðra í heiminum það líka. Við værum á eigin fótum. Þannig gerist þetta venjulega. En síðan þegar að okkur var ljóst að við sigldum inn í þessa tíma fjölþjóðahyggju og á vissu leyti alheimsskipunar, að þá tekur við annar þáttur og það sem sagt andstaða gegn þessari þróun, vegna þess að við álítum því sem við börðum fyrir og ætluðum okkur, lögðum allt í sögurnar fyrir að því sé nú ógnað. Og það alveg rétt, því ógnað. Og þá, svo ég sleppi, kikkar inn það sem að við sjáum allstaðar vera að gerast í dag, og það svona nationalismi eða þjóðarhyggja. Það andstaðan mótvægið við alþjóðavæðingun og það nationalismi. Nú, við vitum að nationalismin eða þjóðernishyggjan, hún hefur alveg rosalega, getur haft skelfilegar afleiðingar og síðasta ölda, og það sem að liðið af þessari ölda, hún ber þess vitni. En Íslendingar sem betur fer höfum ekki mátt til þess að taka mikið þátt í því, allavega ekki alneikvæðustu mynd þjóðernishyggju, en viðleitnin til að skapa okkur sérstöðu á meðal þjóða, hún hefur samt einkennt
vitund Íslendinga ansi lengi. Og hérna sumir kalla það þjóðarrembu sem það kannski er. Ísland átti fallegustu konurnar og sterkustu kallana og klárustu viðskiptajöfrana á tímabili. Við höfum fallegasta landið og hreinustu náttúruna, besta handboltalið eða næstbesta og frumlegasta tónlistarfólkið. Og skoðanakannanir sýndu hvað eftir annað að við vorum bjartsýnastir og hamingjusamastir og ríkastir allra. Og spillingin með stjórnmálamanna var minnst og í stjórnsýslunni. Og jafnvel draumurinn að vinna einhvern tímann Eurovision var ennþá vel lifandi, sko. Ég meina allt þetta eru svona þekktir frasar síðastliðnu 20 ára. Og þetta er svona okkar viðleitni, við má segja, friðsamlega að mestu leyti til þess að viðhalda okkar þjóðararfi og tilfinningu fyrir því að vera þjóð í dæmi að vissu leyti. En þetta er mjög mikilvægt. Þetta er mjög mikilvægt allavega frá Bahai sjónarmiði vegna þess að í Bahaiar, hvar sem þeir hafa náð að koma sér fyrir, að breiða sér út eins og í Afríku, Suður-Ameríku og í Asíu, að þar eitt af meginstarfið þeirra að viðhalda þjóðareinkennum og smærri þjóða, og ekki bara þjóða heldur ættbálka. Og ég veit að til dæmis í Suður-Ameríku þar hafa Bahaiar stofnað útvarpsstöðvar sérstaklega til þess að viðhalda þjóðmálum sem hafa verið að deyja út. Og í Afríku þar eru samhliða því að Bahaiar eru að byggja upp, reyna að mennta fólk, að þar hluti af menntuninni að leggja rækt við þjóðlega siði. Og það þetta sem að globalismin virðist algjörlega virða að vettugi. Sko, það sem er svo mikilvægt við að skilja það að alþjóðavæðing í raun og veru ekki neikvæð. Hún þarf ekki að vera neikvæð. Hún hefur alla burði til að verða fallegt og gefandi hugtak. Það er að segja, ef við losum það undan fjötrum misréttis og hagrænnar einsleitni og menningarleg kúgun sem virðist alltaf vera fylgifiskur alþjóðavæðingar. En það Bahaiar eru einmitt að leggja mikla áherslu á og eru til í að berjast fyrir að gera hugtækið fallegt. Það er ekki endilega slæmt að vera alþjóðasinni en í breyttu samhengi. Við leggjum gerum okkur far að standa vörð mannréttindahugsjónir og þessar mannréttindahugsjónir eru í mörgum þjóðarbandalögum, þú veist, í svona frummynd, bæði hjá Sameinuðu þjóðum, hjá Evrópubandalaginu og svo framvegis. Og þessar mannréttindahugsjónir eru fyrst og fremst sjáanlegar í lögum og reglum sem ætlað að varðveita eignir og svona lífbóls. Bahai-trúin gengur miklu lengra í sinni hugsjón. Það sem auðvitað gert ráð fyrir því að maðurinn sé andleg vera og að þessar veraldlegu eignir og peningar eru aðeins tól til þess að geta stuðlað að andlegum þroska mannsins. Og þetta algjörlega hlutur sem alþjóðavæðing sem slík og virðir algjörlega vettugi.
Og við verðum þessna að vera klári að geta skýrt þennan mun rækilega. Það sem ég á við ég að leggja til að alþjóðasinnar sem vilja hnattræna samvinnu á forsendum mannréttinda og jöfnuða láti ekki heimshagkerfi nýfrjálshyggjunar standa í vegi fyrir því. Og þetta svona ein megin inntækið í því sem ég vildi koma á framfæri hérna. Annað eru margir angar af þessu, en þetta eru aðalatriðin og þess vegna ætla ég ekki að endurtaka það eða reyna að fara að nákvæmur í saumana, heldur opna bara fyrir spurningar og umræðu. Já, þakka þér kærlega fyrir þetta, Svanur. Ef þið viljið koma með einhverjar fyrirspurnir eða ekki eitthvað til máluna, þá bara muna að taka einhver af. Íta á mute-takkan, unmute. Einhver sem þetta ræðum þetta málefni. Eins og ég sagði líka, þá líka allt til að ræða almennt Bahá'í-trúna. Ef það einhverjar spurningar, eitthvað sem þið viljið spyrja varðandi trúna. Annarkvort efnið eða trúna. Hver vill nú ríða vaðið? Meðan við gefa alveg bara þegja. Kolbrún Bylgja Brá, þið eru með mute á. Já. Já, og ætlaði varst ekki að tala til okkar. Alþjóðahyggja náttúrulega ekkert slæmt í sjálfu sér. Telur þú það, Svanur, að alþjóðahyggjan, eins og hún hefur þróast út á stórfyrirtækja manipúlasjónir, en alþjóðahyggja náttúrulega skref í áttina að hinu nýja skipulagi. Getur ekki sagt það? Það nýja heimskipulagi. Jú, alþjóðahyggjan eins og hún í dag, það sem gerir hana neikvæða hversu hún vanvirðir og hversu hún gengur á mjög skjön við það sem verðmætt hjá þjóðum. Og hérna, hún svona efnahagslega, hún materialísk, algjörlega. Og sem slík þá virður hún að vettu líka ýmis mannréttindi. Þetta gengur ekki út frá Bahá'í-hugsjónum að flytja verksmiðju inn í land þar sem að hægt að framleiða vöru fyrir kannski 1/100 af því sem að kostar að framleiða það á Íslandi, skilurðu. Það býður upp á svo mikið misrétti. Og það ekki. Þetta er samt sem áður skrefi í áttina að því að hugsa hnattrænt, hnattræna vísu, sem það gerir sig grein fyrir því að heimurinn, að plánetan ein í jörðu. Jafnvel þó að þetta gangi allt út á peninga og völd og allt slíkt, þá þetta náttúrulega skref í áttina, alveg eins og tekið til dæmis Evrópubandalagið, Evrópusambandið, sem mjög merkilegt skref, gengur náttúrulega út á frjálsa verslun og samskipti þjóðanna, en mér finnst þetta allt saman vera skref í áttina að því hugafari sem náttúrulega mun taka yfir fyrir eða síðar að heimurinn sé eitt land. Þannig að þó þetta sé mjög ófullkomið og snúist náttúrulega allt fjármagn,
að þá er þetta skref að mínu mati í áttina að einni jörð, einu mannkynni. Það hefur oft verið bent á það að síðastliðin, allavega 70 ár, að þá er heimurinn tæknilega orðin að einu landi, tæknilega. Og það er þessa tækni sem að fjölþjóðafyrirtæki hafa nýtt sér til þess að aukast á. En vegna þess að það eru engar siðferðislegar hömlur á sömu og mat þeirra bara hefur ekkert með það að gera. Það hefur ekki með að gera að vernda þjóðarverðmæti, menningu og svo framvegis, að þá hefur það hefur þessi globalismi haft neikvæð áhrif. Hann hefur neikvæð áhrif. En þetta er eins og, ég er alveg sammálaður Eðvarð með það. Við oft dæmi tekist að í fyrsta skipti sem að alþjóðasamfélagi reyndi að koma á einhverjum viðskiptahömlum á aðra þjóð, þá var þegar að Ítalir réðust inn í Eþíópíu. Sem var í aðdraganda löngu fyrir seinni heimsstyrjöldina. Og Sjóki Effendi, hann sagði að Bahæjar ættu að styðja þetta, ættu að taka undir þetta. Jafnvel þó að þessar efnahagslegu hömlur eða sem sagt embargo sem var sett á Ítalíu á þessum tíma væru mjög, það fylgdi þeim enginn. Þá væri þetta samt sem áður svona baby step, væri þetta bara skref í áttina að einhverju sem að þjóðirnar yrðu að gera. Það verið að taka sig saman og koma á friði í heiminum, stuðla að friði með aðgerðum sem ekki endilega eru stríð. Og það var það sem hann sá í þessu. Nú við sjáum þetta á sama hátt og þú ert að lýsa, alþjóðavæðing heimurinn er eitt land og það er óumdeilanlegt og viðskipta heimurinn gerði sig grein fyrir þessu löngu áður en nokkur annar. Hann athafna sig í einu landi. Nú, við vitum það, margir benda á þessi efnahagslegu bandalög eins og Evrópubandalög og segja þetta er gott, en við vitum það líka að efnahagsbandalagið er þarna líka til þess að vernda sitt svæði. Það eru óhemju miklu tollar á hlutum sem að koma inn í Evrópubandalagið ef ekki réttu samið. Og Bretar sem eru núna að segja sig úr Evrópubandalaginu, þeir eru nú algjörlega farnir að finna fyrir því. Þetta kemur til með að kosta þá formúð og svo framvegis. En það er það sem að ég rek mig á það að það er nánast viðkvæði allra þeirra sem að vildu losi við Evrópubandalagið. Við vildum vernda okkar menningu, við vildum vernda okkar siði, við viljum ekki láta segja okkur allt, hvernig við ætlum að haga okkur allt. Og það er þetta sem að mér finnst að styrkleiki Bahæ sínarinnar á sameinaðan heim. Það er þessi mikla áhersla sem lögð er á fjölbreytileika og verndun einkenna þjóða. Er ekki þarfir heimsins svolítið að stýra því hvernig alþjóðavæðing er að mótast líka núna til dæmis með umhverfismálin að við sjáum hvað er að gerast með umhverfismálin þó að margir vilji loka augum og eyrum fyrir því, en það er samt ljóst flestum að fara að gera eitthvað í umhverfismálum. Við til dæmis núna Ísland stendur fyrir því að við erum ekki búin að standa okkur og það fara að leggja út multimilljarða fyrir einhverju kvóta. Það er ekki það er svona hvort sem okkur líka betur að vera, þá verðum við að vinna saman sem lönd. Það krefst einhvers konar stjórnar,
Þetta alveg rétt, Valdimar, það sem mörg af þeim vandamálum sem við erum að eiga við eru alheimsleg. Það verður aldrei viðurráðið nema heimurinn og allar einingar þessa eina lands taki sér til og vinni að þeim sameiginlega. Og þess vegna eru samningar eins og hafa verið gerðir, Parísarsamkomulagið og Quito og fleiri, eru liður í því. Sumum finnst þeim ganga á langt, sumum of skammt og svo framvegis, en þetta er samt sem áður hluti af þessum svona baby steppum eða barnaskrefum sem heimurinn að taka í átt að einhverju sem verður raunverulegt, sko. En auðvitað þá er þrýstingurinn á okkur alltaf að verða meiri og meiri vegna þess að mengunin eykst og gróðurhúsaáhrifin aukast og líkurnar á því að það komi til átaka virðast vera bara nánast. Það er eitt sem að mér finnst vera greinilega aukning í. Og það er þessi afneitun á því að það sé til önnur lausn heldur en að taka upp vopn og byssur og skjóta og drepa. Þetta er orðið bara, þú veist, þjóðarleiðtogar tala með hreykni að hafa náð að drepa einhverja einstaklinga, þú veist, inn í einhverjum öðrum löndum. Þetta hefur verið óhugsandi hérna fyrir hálfri öld. Og líka hugsa til þess hvað hernaður og hernaðaruppbygging að kosta heimsvísu. Ef þessi brot af þessu væri lagt í önnur meira uppbyggjandi mál þá væri jörðin allt önnur. Já, ekki líka vantar þetta andlega hluti eins og Bahai-trúin segir einingu án andlega hluti, jafnrétti, veit ekki. Allt þetta andlega hugtak, þegar þau vinna saman, þá kemur einingu og ríkin geta að unite themselves, you know. Já. Ég er sammála því að það eru fjölmargar af þeim kenningur sem að Bahai-trúin inniheldur sem að stuðla allar að þessu, jafnrétti kynjanna, menntunin og svo framvegis. En þegar við tölum eitthvað sem er andlegt og að andlega þáttinn vanti og svona, þá finnst mér stundum vantaði upp hjá okkur að við skilgreinum hvað við eigum við með andlegt. Hvað er það? Þú veist, fullt af fólki situr á biðst fyrir á hverjum degi og tala við sinn Guð og rækta sína sál eins og við skiljum það. Það er andlegur hlutur. Það er ekki vegna þess að skorti svo mikið bænir í heiminum sem að við erum erum ekki að ná eins fljótum árangri og kannski flest okkar vildu sjá. Það eru aðrar hugmyndir sem að verða að koma til. Ég kalla eftir því að við tölum þá það, hvað er andleg siðmenning, hvað er raunverulega andleg siðmenning. Andleg siðmenninga náttúrulega þegar að samskipti þjóðanna byggjast á trausti og velvild og ást og viðurkenning á því að heimurinn er ein heild. Það er minn skilningur á þeirri andlegu siðmenningu sem að mun fara í hönd fyrir eða síðar. Að þjóðirnar ná sáttum
skilja það að þær eru partur af einni heild og að kannski fyrst og fremst skilja hver tilgangurinn með lífið þeirra og starfi í gegnum aldirnar sem er náttúrulega sá að búa sig undir það líf sem kemur og gera það með því að rækta með sér manndyggðir og kærleika og velvild og ást til allra heimsbyggðarinnar, allra manna. Það er náttúrulega hinn sanna siðmenning, samkvæmt Abdul-Baha. Náttúrulega mjög langt í land, kannski, eða nokkuð langt í land, væntanlega. En þetta er náttúrulega, þetta er kjarni Baha'i trúarinnar í sambandi við þá andlegu siðmenningu sem að mun spretta og sem Baha'ir eru að vinna samkvæmt mínum skilningi allavega. Ja, takk fyrir, Edvard. Líka, ég myndi bæta við, líka við Baha'ir trúum að treysta á Guð. Við vitum líka í ritninga mikið skrifað og Baha'u'llah búinn að segja mikið og Abdul-Baha og Shoghi Effendi að Guð getur breyta heiminn svona, ja? En hann vill að við gerum, að við trúum, að við treystum á Guði. Og þegar við trúum á Baha'u'llah að hann spámaðurinn fyrir þessa tíma og viðurkenna að hann spámaður og fylgja reglur hans, þá bara heimurinn verður líka fara í gang og alla þetta vandamál sem við erum í social problems, economic problems, political problems breytist og leysist. Já, við höfum að tala hér um Guðstrú, það að segja að mannkynið þurfi að setja traust sitt á Guð. Sko, við erum, sem stendur, erum við í þeim fasa að lýðræði, demokrasían, hún á að vera okkar Guð. Hún er það sem að allar þjóðir telja sem sagt vera bestu og mestu hugsjón allra tíma. En demokrasían núna komin út á það svæði þar sem að hún birtist í því að mín þekking hún er alveg tekin til jafns við þína vanþekkingu. Þetta allt saman bara núna tilfinningar og skoðanir sem að staðreyndir skipta orðið engu máli, nánast. Þín vanþekking og mín þekking eða öfugt lagt að jöfnu. Það er skilningur margra á lýðræði. Og það inn í þá jöfnu kemur engin Guð. Og hann er reyndar haldið fyrir utan þetta vegna þess að leið og þú ert búin að gefa Guði orðið og þá ertu komið með einhvers konar yfirvald, yfirboð sem að skilgreinir hvað er rétt og hvað er rangt. Hvað er þekking og hvað er vanþekking og svo framvegis. Og það er ekki það sem að heimurinn að sækjast eftir í dag. Hann vill ríða þessum brjálaða hesti út í óvissuna sem hann kallar demokrasíu. Baha'ir eru ekki endilega að hvetja þann hest áfram. Ég var svolítið að hugsa þetta, einmitt aðeins að leggja eitthvað til máluna. Svona út frá því sem við tala að Guðstrúna, að Baha'i trúin náttúrulega, við trúum því og hún sé uppfylling spádóma Biblíunnar, Kóransins og annar helgirita og í Biblíu eins og ef við skoðum svolítið í því samhengi þá eins og við vitum að Kristur talaði að
einn hirðir og ein hjörð. Þetta svona það sem hann boðaði einn dag myndi verða. Og Baha'u'lláh talar þetta sem eina almenna trú. Og Kristur talaði líka hann sagði tilkom þitt ríki verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Þannig að það verði Guðs ríki verði komið á hér á jörðu eins og á himnum. Það að segja andlega heimurinn verði andlegri heldur en núna. Og það sérstaklega eitt hann sagði líka að Guðs ríki kemur ekki þannig á því beði. Og það sérstaklega ein dæmisaga sem hann sagði margar dæmisögur þetta. Ein dæmisaga mustaskorni sem sérstaklega lýsandi. Það sem hann segir dæmisögun mann sem fer út og sá korni akurinn. Og þetta korn, þetta mustaskorn, minna en öll önnur korn. En smátt og smátt vex upp að þessu planta og að lokum verður það stóru tré og fuglar himinsins munu koma og leita skjóls undir skugganum af þessu tré, á greinu trésins, undir skugganum á trénu. Þannig sé ég þetta. Þetta eitthvað, það mun gera smátt og smátt og við þurfum að vinna af því og við þurfum að rækta þetta tré. Það gerist ekki bara þessi svona, 1, 2, 3, eins og okkur kraftaverk. Þetta þetta eins og að lítið planta sem exur verður lokum að stóru tré. En til þess þurfum við að leggja okkur fram allt mannkynið. Já, þetta áhugaverð sögurskoðun, Sigurður. Við vitum það að önnur trúarbrögð, alheims trúarbrögðin nánast, kristnin, íslam, búddismi, búddatrú, náðu útbreiðslu og urðu viðurkennd í gegnum hervald. Konstantínus gerði það að kristnina að ríkistrú og svo framvegis. Það var sem sagt hinn metrilíski heimur sem að tók trúna upp á arma sína og gerði hana að því sem við sjáum í dag. Þetta kemur sér ekki til með að gerast með Bahai-trúna. Það eitt sem frábrugðið. Þetta mustarskort sem býr í trúnni verður ekki knúið áfram af einhverju herveldi. Aldrei. Og þess vegna tekur það tíma. Það mun taka tíma. Við erum að horfa inn í framtíðina. Það eru 150 ár síðan að trúin kom fram. Það tekur að minnstakosti 250 ár fyrir hana að verða að grundvallast einhvern veginn í heiminum. Önnur 250 ár mjög líklega til þess að hrinda eitthvað að kenningum hennar í framkvæmd. Önnur 250 ár til þess að hún raunverulega byrja að breyta eðli mannkyndarinnar sem það nefnilega guðleg siðmenning. Það að breyta eðli mannsins. Baha'u'lláh talar þetta mjög skýrt þegar hann segir hvert raunveruleg hver raunveruleg einkenni hins andlega manns guðlegar siðmenningar, að merja undir hæl sínum hverja einustu jarneska löngun. Þetta ekki smáræði. Að merja undir hælnum hverja einustu jarneska löngun. Það þýðir það að við erum ekkert concerned lengur við marga þá og mest af þeim hlutum sem við teljum algjörlega ómissandi í okkar lífi í dag. Og síðan náttúrulega koma næstu 250 ár sem að sjálfsagt verða einhvers konar hausttími. Því að allt hefur sinn tím og svo framvegis. En við erum á merkilegum, lifum á merkilegum tímum. Það sem eru svona það sem við vitum af þessum krafti sem að býr í halheiminum og býr í framvindu hluta á jörðinni, en við erum ekki á þeim stað reyndar þar sem að við getum haft mjög mikil áhrif á framvinduna.
Já, einhverjar fleiri? Já, mig langar til að nefna siðferði. Það hefur verið alveg down. Siðferði? Já. Bara, það bara sama hvert litið, það bara alltaf niðurleitt. Ég held að siðferði almennt í heiminum hefur ekkert breyst í 3.000 til 4.000 ár. Alveg frá því að við fórum að búa til borgir og mynda stór samfélag, þá erum við erum alveg á sama stað. Það hafa komið tímabil inn á milli þar sem að trúarbrögðin hafa innrætt siðferði sem er svona persónulegra og virðist búa til gott fólk. En samfélagslega erum við yfirleitt á sama stað. Og þetta í Bahai-trúin fyrstu trúarbrögðin þar sem er grundvölluð svona samfélagslega siðferðiskennd. Ekki persónulega endilega, heldur verður siðferði til þess að geta talist sem sagt samfélagslegt, að þá verður það að búa í samfélagslegum stofnunum. Og hérna, ég meina, stór hluti af heiminum í dag að hann veltir þessari spurningu heldur ekki fyrir sér, siðferði. Þetta að vera hafið skoðað þetta siðferðis staðla prógram sem að Kína komið á stað með. Það sem að horfir á þig og allar þína gjörðir í gegnum kamerur og gefur þér einkunn og síðan færðu hérna að haga þér í samræmi við þetta. Þetta skelfilegt alveg. Þetta skelfilegt. Þar er gefin einkunn og það hægt að neita þér að fara á landi eða kaupa þér flugmið eða fara í lest jafnvel ef þú ert ekki góður þegn. Siðferði þitt ekki í samræmi við skoðanir stjórnvalda í Kína. Þú veist, Reyndar segir Abdul Baha að hann sagði nú reyndar skömmu áður en hann lést að siðferði í heiminum eigi eftir að breytast og því eftir að hnigna svo mjög að hvorki sé rétt né sæmandi að segja frá því núna. Þannig að síðan hefur nú hrakað verulega. Í gegnum tíman, sko, ég held að þetta aldrei varasamt segja að siðir hafi ekkert breyst í 3.000 eða 4.000 ár. Siðferði sem náttúrulega eigin sálarinnar hefur breyst gríðarlega. Við getum bara lítum á Íslandi. Þá var það sjálfsagt mál á landnámsöld að drepa þann sem þið líka ekki við, sem þú þurftir sem þú öfundaðir af eignum hans, þá gæstu bara að fara að drepa hann og sjálfsagt undir þig eignir hans. Þetta svona, á þessu var ráðin bót náttúrulega með löggjöf. Það var engin löggjöf hér á landnámsöld, það var engin lögregla, það var ekkert yfirvald sem gat sagt í menn að þetta var rétt eða rangt. En ég held að betri skilningur hefur náttúrulega fengist á því hvað er rétt og hvað er rangt í gegnum aldirnar, bæði í gegnum trúarbrögðin, og þeim með siðalögmálum hefur verið fylgt svona allavega svona í byrjun, bæði í kristindómi og í Ísland til dæmis. En þetta siðirnir hafa breyst gríðarlega. Það er miklu meira tillit tekið til skoðana og
og mennsku annars fólks heldur en var gert hér áður fyrr. Þannig að ég held að segja alveg tímalaust að segja að það hafi breyst til hins betra, svona þessi almennt siðferði. Almennt siðferði hefur breyst til hins betra. Já, sko, almennt siðferði, lykillinn að þessu máli sem við erum að ræða hérna, finnst mér vera að það sem ekki hefur breyst, það það að fólk girnist enn eigur náunga síns. Viðurlögin við það hvernig þú salsar það undir þig, hvort þú drepur en mann eða nota brögð eða önnur lög eða hvað sem það hefur breyst og aðferðirnar hafa vissulega breyst við það. En það hefur ekki breyst og það það sem að Baha'u'llah að tala með breyttu siðferði. Það það að maðurinn breytist þannig að hann girnist ekki eigur náunga síns. Það málið. Og þess að segja, það hefur ekki breyst í síðustu 4.000 ár. Jæja, kæru vinni, ég held nú að við erum að slá botn í þetta, við erum búin að vera saman núna í klukkutíma og þetta búin að vera fjörugar og skemmtilega umræðu og skrekk bara hérna. Ég bara þakka ykkur fyrir það nú komið hérna mikið að ljóðum. En þegar ég kom heim, það gæti ekki... Það takkt hana sem Sigurbjörn út, þegar við heyrum ekki að leið. Sigurbjörn. Og hvað laði það? Með skilti, ég laði bara... Hérna sem sagt, ég vil bara þakka Svani Gísla kærlega fyrir, ekki síst fyrir að hafa brugðið svona vel við og hlaupið í skarðið og ég vil þakka ykkur öllum fyrir. Mér langar bara... Er þetta hálftíma þættir í hvert skipti? Nei, við erum búin að vera klukkutíma. Ég vil nú heldur ekki, ég vil nú helst samt ekki sko draga þetta svo langinn að fólk verði of þreytt. Mér langar til að vita hvort við getum ekki samt. Við erum búin að tala mikið frið og siðferði og ýmislegt fleira. Hvort við mætti ekki byrja einhvern til að fara með eina bæn svona fyrir mannkyninu svona í lokin. Einhver sem býst til að gera það? Verðum við bæn fyrir mannkyninu? Eða fyrir frið í heiminum. Betri heimi. Eða þú kannski. Og þá ljúkum við þessu. Þakkum kærlega fyrir. Þetta bara að fara með eina bæn og segja þetta gott. Og svo næsta laugardag verður hann Omar Anisius og þau tala fólk á flótta. Næsta laugardag klukkan 4. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Já, við erum ekki alveg búin, við erum að hlusta á bænina og svo. Örstuð bæn. Seg, ó Guð minn, hvín höfuð mitt kórónu réttlætisins og musteri mitt djásni sanngirninnar. Sannlega þú eigandi allra gjafa og gæsku.